Gísli Tryggvason næstur á mælendaskrá og ég ætla að loka mælendaskránina meðan hann talar þennan lið eða kynning þessar greinar. Já, formaður, góðir áheyrendur, mér langar bara að bregðast við spurningu Silju Báru og fleiri varðandi ákvæði 19 sem eins og kom fram aðeins lítið breytt, það að segja bætt við skýlausa sekt en þá sem sagt hægt að aflétta þessari friðhelgi með hvað þrennum hætti. Í fyrsta lagi getur þingið alltaf aflétt friðhelginni og það kemur hérna fram í bók sem ég með stjórnskipunarrétt að það var gert síðast í Hafskipsmálu 1988 þegar ákæra þurfti þingmann eða vilji var til þess. Í öðru lagi verður þessari friðhelgi aflétt ef að maður staðinn að glæp og Silja Báru spurði það og í þriðja lagi ef við bætum við játningu, skýlausri játningu hugsanlega. En ég vek athygli fyrst á því að þarna ekki lagðar skorður við handtöku eða refsivist. Það bara ákæra í sakamáli, það árétt að þetta hefur alltaf þýtt sakamál. Það bara ákæra og gæsluvarðhald sem takmarkað. Það semst hægt að handtaka mann hvort sem á vettvangi eða þegar erfðaefni hans finnst. Það þetta að handtaka þingmann þrátt fyrir þetta ákvæði. Svo það ekki fyrir þegar dómari tekur afstöðu til þess hvort á að setja inn í gæsluvarðhald að fyrir þarf að liggja samþykki þingsins. Nú varðandi það að vera staðinn að glæp þá haldi þessi rétt hjá þeim sem hafa tjáð sig það svona frekar þröngt orðalag. Það í dönsku stjórnarskránni orðað held ég þannig að maður taget på fersk gerning. Það sést til hans af einhverjum vitnum, þannig að erfiðleikin auðvitað í þessum málum þar sem að vitni engin önnur en brotaþoli. En þó að Ómar hafi réttilega bent á það að þetta sé kannski þýðingar minna ákvæði núna þegar konungsvald ekki lengur og framkvæmdavald jafnvel veikt hér nokkuð með okkar tillögum, að þá held ég rétt að halda þessu inni þó að þetta sé ekki mjög raunhæft sem betur fer. En það samt bara rúm 20 ár síðan að reynda á þetta síðast. Ég hef vakið á því athygli áður í tengslu við erindi að sjálfstæði handhafa ákæruvalds, allavega æðstu handhafa ákæruvalds þurfa að tryggja í stjórnarskráni eins og handhafa dómsvalds og það minnkar enn líkurnar á því að á þetta reyni, þar að segja að ákæruvaldi verði misbeitt. Þannig ég vona að þetta skýri nægilega hvernig þetta og að lokum glæpur semst ekki hvaða afbrot sem það meiri háttar ásetningsbrot gegn almennum hegningarlögum sem sætir skilyrðislausri ákæru. Það ekki minni háttar refsivert athæfi. Takk.